komið okkur inn í Fjölnir TV. Ég hef komið með Díönu Ágústsdóttur og Fanny Finnsdóttur. Þeir eru leikmenn meistaraflokks kvenna. Síðasti leikur tímabilsins miðvikudaginn 7. apríl gegn IBVF á heimavelli. Þar sem við ætlum að fá alla á svæði kl. 19:30. Stelpur nú spiluðu báðar síðasta leikum undir Val sem að spilaðist bara líklega jafnir heldur en flestir þorðu að vona. Hörkuleikur. Hvað var til þess að við áttum þetta góða leik á móti þetta góða liði? Þú veist, er þetta það að við sem að vilja klára tímabilið á jákvæðan hátt eða þannig, hvað? Við erum bara byrjuð að keyra betur tilbaka og standa vörnina betur. Þannig að sóknarleikun hefði mátt vera betur þarna í þessum leik. Okay. En við erum vörnina eru miklu sterkari og sérstaklega stoppað fleiri hraðar. Okay. Sem var mikið vesen í upphafi tímabils, en það er alltaf jafnt og þétt að barna. Já, mikið. Okay. Ertu sammála þessu, Díana? Mjög sammála. Mjög sammála þessu. Nú er næsti leikur IBVF, hörkulið. Hvað þurfum við að gera til að eiga svipa góða leik á móti Val? Hvað, Díana, hvað finnst þér við þurfum að gera til þess að eiga bara hörkuleik hérna heimavelli? Í svona lokaleik tímabilsins? Spila alveg vörn og hlaupa tilbaka, þetta sem er bara 1, 2, 3. Okay, það er svona áhersla bara, það er að skila sig heim og spila vörn. Já. Verður ekki að henda boltana frá sér og... Já, líka. Það skiptir mestu máli. Já, spila... Klára vörnina. Ok. Hversu mikilvægt teljið þið, þetta er búið langt og strangt tímabil, hversu mikilvægt teljið þið að enda þetta á svona 2-3 góðum öflugum leikjum? Hversu mikilvægt er að enda þennan IBVF-leik á jákvæðan hátt? Er ekki fínt að byrja tímabilið eins og við endum? En enda tímabilið eins og við byrjum? Já, byrjum þetta nokkrum sigurum. Já, og þið vilja enda á góðu sigurum á IBVF. Það var náttúrulega mjög fínt. Mjög gott. Þið vantilega viljið fá fullt hús hérna bara? Já, sjálfsögðu. Það er stefnan. Bara svona loka alvöru spurning hérna. Hvað finnst ykkur þið sem einstaklingar sem lið hafa lært á þessum erfiða og jáfnframt skemmtilega vetri? Ef við byrjum þér Fanny, hvað hefur þú og liðið lært á þessu? Á þessu tímabili? Já, og er erfitt skilurðu, en margt jákvætt líka. Hvað eru að læra á þessu? Við erum búin að læra náttúrulega að tapa leikum, það er náttúrulega eitthvað eitt. Já. Við erum búin að læra að vinna leiki líka og það er búin að vera náttúrulega með ungum leikmennum og það er búin að vera svolítið svona upp á nýtt í öllu og læra upp á nýtt allt. Svona sem er náttúrulega búin að vera mjög skemmtilegt. Algjörlega. Liðið sé bara svona að jafna sig út. Já, læra hérna hvort aðra og vera sterkar með staði og stað. Já, við erum mikið sterkar. Ok. Díana, hvað finnst þér þetta? Mér finnst bara búin að læra að vera saman, þú veist, að búa til góða móral og lífseldi sem er búin að vera mjög jákvæð svona lok, finnst mér. Já, þetta er búið að verða mikið liði núna í lokin. Já, algjörlega. Ok, frábært. Að lokum áður ég bara minna það að menni að mæta hérna í Dalhús kl. 19:30 á miðvikudaginn. Fanny, ég ætla að spyrja þig, þú fær stærðfræðispurningu. Ef þú svarar fyrir spurninguna og færðu aðra spurningu og þú fær 3 sekúndur til að svara spurningunni, hvað er 3 x 52? Það er 156. Það er rétt, þá færðu seinni spurningar sem er aðeins að þú fær 6 sekúndur til að svara. Hvað er 6 x 56? 300... Það er hárrétt hjá þér, það er 336, það er hárrétt hjá þér. Og þá fær þú landafræðispurningu. Hver er höfuðborg Brasilíu, Díana? 3. Sem að sjálfsögðu Brasilia. Og hver er höfuðborg Sómalíu? Þú fær 6 sekúndur. Þetta er síðasta spurningin. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Það er hárrétt hjá þér, það er Mogadishu. Það hefur Ingvar Örn Ákason fyrir Fjölnir TV. Þökkum kærlega fyrir okkur. Jón Brynjar var eitthvað illa fyrir kallaðið. Þess vegna komin ekki viðtal. Sjáumst á miðvikudaginn. Takk.